Gleðilegt sumar, besti. Gleðilegt sumar. Oh my god, það komið júní. Já, hann mættur. Svo skemmtilegt tímabil framöndan. Já. Ertu að djóka mér? Maður finnur það líka bara úti. Það eru miklu heitara og bara... Ótrúlega heitt, sko. Hvað er að gerast? Heitt í bílnum og bara setur bara þú veist, á stuttarambólum, sko. Ángríns. Vá, þetta er svona típist veður sem að manni langar bara, þú veist, bara í ís, skilur, bara alla daga. Ég er alveg sammálaðir. Oh my god. Kæri bestís, ef þið ekki búin að sjá það er búið að vera mjög mikill skortur á landinu. Mjög mikill og þetta er bara búið alvarlegt. Já, þetta er búið að vera mjög alvarlegt og við vitum að þetta er okkur að kenna, skilur við. Já. En við erum búin að vera að vinna hörðum höndum að reyna að bæta þetta fyrir ykkur. Algjörlega. Og það er loksins komið að því. She's back! She's back! Our besties! Oh my god. Nei, alveg það sem ég er búin að sakna I have missed you. Já, baby. You've been sold out for so long. Já, so long. Allt of lengi. Oh my god, skál. Skál. En fyrir sumarið er hann komin aftur, nóg af honum. Já. Á að vera í öllum búðum. Já, loksins. Og nú er engin bestiskortur yfir sumarið. Nei, það er að fara að greipa ykkur bestis. Við vitum að our DMs have been flooding, sko. Já, og bara sorry. Við erum bara kind of been sitting on this, sko. Já. Sorry, en hérna vildum bara bæta ykkur upp og við getum bæta ykkur upp þannig að segja ykkur að það verður nóg til í allt sumar. Þannig að, þú veist, það er náttúrulega heitt sumar framöndan og við elskum ís og þannig að grab your bestie og fáðu bestie. Já! Ég er svo spennt. Við verðum að fá okkur, sko. It's been so long. It's been a while. Við erum alltaf búin að eiga okkar stokk, sko. Nei, við erum búin að eiga nýtt eiginlega. Við erum búin að eiga smáðin upp á skrifstofu, sko, en við alveg spara það. Já, en þú veist, þetta er bara, já, búið, sko, allavega heima að mér og eitthvað. Já, ef ekki átt heima, sko. Ég er ekki búin að fá þetta heil lengi. Ekki heldur, en here they are. Oh my god. Ég er að fá svo góðum bita með 3 hjörtum, með bleikasúkulunu og ég fekk sultu með. Nei! Jú. Wow, lucky girl. Lucky girl. Girl. Ég er ekki til betur ís í heiminum. Nei, ángríns. Og þetta er besti ís í heiminum. Besti ís. Og ég hafi aldrei smakað besti ís. Þá... Not a chance. Já, má. Ég veit ekki alveg hvað er búin að gera. Nei, alveg nei. Þú veist, kannski bara bjóst í útlöndum meðan það var til, skilur. Þannig að it's okay. It's okay, we got it. It's back. It's so back. It's so back. Oh my god. Þetta er alveg svo fullkomið. Ég sé bara fyrir mér sumarið bara sem besti sumarið. Oh my god, ég er búin að vanta svo mikið. Ég er sammálaður. Ég er búin að vera bara svona litli hjarta mitt. Ég veit að our little baby, sko. Já. Fekk fór smá pásu og komið aftur. Það var bara... Við klárum hann alltaf. Já. Herru, nú hata allir okkur. Við erum að smjata. Sorry. Þetta er bara... It's just too good. Ef þú smakar bestis, then you get us. Það er ekki hægt að freaking hætta. Nei, Það er ekki hægt að stoppa. Við þurfum samt að stoppa. Við veit það. Af því að fyrirgefi. Við þurftum bara að fá okkur. It's been a while. Já. It's been a fucking while. I'm finishing you later, sko. Já, ángríns. I'm saving you for late. Og ég geti samt að ég ekki, þú veist, ég veit að það er kannski ekki eitthvað margir að horfa á okkur en ég get ekki að þetta sé upp á, sko. Nei, hann að bréfin. Já. Get ekki rusl, sko. Við getum ekki rusl hérna. Ekki þessu fína tebúði. Þannig að þið sem horfið, við erum að reyna að hafa mjög fínt fyrir ykkur. Já, auðvitað. Always. Takk fyrir þið sem horfið. Nei, alveg, takk svo mikið. Já, we love you guys. Ég held ég skilji ekki hvað það er mikið vinna að hafa, þú veist, í mynd. Nei, sko, ef við værum í hljóði bara, þú veist, þá værum við að gefa út svona 20 þætti í viku, sko. Já, alveg, við getum það. Já. En þú veist, við bara viljum svo mikið halda ykkur myndafólkinu. Já, þess vegna er áskriftin, sko, svo góð, að þar er málum oft okkur bara með ykkur. Það er geðveikt. Það er mega þægilegt. Það er alls uppáhald mitt. Mér líka. Ég var einmitt að horfa á eitt hannig, og ég var bara, báðu þið gaman. Já. Við erum geða svona sjúskar í byrjun, svo allt í eru geðu sætar. Og vá. Elska það. Já, nei, það er svo skemmtilegt. Mælum með að fara í áskriftina, það er fullt að get ready with us. Með við tölum alls konar topics. Trúlega skemmtilegu mánuði framöndan í áskriftinni líka. Mjög skemmtilegur. Ég er svo spennt fyrir næsta þætti, sko. Í áskriftinni? Já. Jesús minn. Glitta í þáttinn aðan, ég var bara í kasti, sko. Við erum að fá mjög góða gesti. Já, af því að eins og þið kannski vitið að þá er Sunniva að fara erlendis í júní.
Ég er að fara morgun. Þú ert að fara á morgun? Já. Það er crazy. Já. Hann, við minnum náttúrulega sakna einn rosalega mikið. Ég veit, en þú veist, ég er alltaf í tilbúðinu, þó ég sé úti. Þannig að þú er örugglega eini sem saknar mín. Já. Af því allir hinir fá nóg af mér. Nei, þú ert samt ennþá vikulega, 2 vikur basically, með öllum tepalsbestis. Já, meira en það, sko, með bókabúðinu. Með bókabúðinu, einmitt. Það er nóg að gera alltaf. Við förum ekki í pásu, við förum aldrei í frí. Nei. Never. En við ætlum síðan líka bara, þú veist, þú að sunnar svo úti, þá hittistu samt úti líka. Mhm. Ætlum að hittast þess að úti í London. London, baby. Já, mín ferð framlengdist. Já, of course you did. Já. Við erum náttúrulega bara að segja hvort að miljónum sinnum. En við erum ég flýg heim frá Bali og hitti Birti í London. Sendi Bensa og þau heim. Bye. Og bara kem hitti Birti og við erum Harry Styles. Já, he's waiting. Bara outfit, Birta. Þú þarft eiginlega bara að velja outfit. Hvað er reynda rosalegt. Já, ég þarf bara að koma út með föt handa Sunnu bara með balíföt sem virkar kannski ekki endilega Nei, það virkar ekki neitt, sko. Nei. Þú þarft bara að koma með gallabuxuna mínar og Já, þú þarft að byrja að pakka fyrir mig. Ég byrjuð, sko. Ok, gott. Ég er búin að taka til þér nokkra hluti. Ok, gott. En þú veist, þetta er bara basically gallabuxur, toppur og svo bara það er Harry fit og Já. annars bara kaupi ég mér eitthvað. Já. Já, mjög erfitt með að pakka fyrir svona sikkert að stæri. Já, þetta er mjög erfitt, sko. Þetta er hausverkur. Sko. Já. En En já, þú ert að fljúga út á morgun og þú myndir sakna mín. Þetta er það ekki? Jú. Ætla að sé Coke Zero á Bali. Oh my god. Hvað gerir ég? Ég veit það ekki. Hvað gerir ég? Þú myndir sakna þess. Oh my god, ok. Það lítur að vera Coke Zero allavega. Það er alltaf Coke Zero. Alltaf full fat líka. Alltaf. Tek það þá bara með hann. Báka, ég spennt að koma heim og fá með Coke Zero. Nei, Zero er svo gott. Það er uppáldið mig. Fandinn hafið það. Nei, Það er svo alveg, gott. ég þarf alveg að hemja mig, sko. Ég veit. Þú veist, þó að þetta sé ekkert slæmt fyrir mig, þá er svona, þú veist, maður á ekki verið að drekka kannski alltaf mikið gos. Nei. En ég er bara stundum bara svona, er ég að fara í þriðju á, þú veist, kannski 3 tímum? Já, veistu. Nei. Þú gæti verið með verri ávana. Veistu? Ég er alltaf ekki að gera drugs, eða taka drugs, eða hvað sem maður segir. Nei, einmitt. Do drugs. You're not doing them, whatever that is. Nei. Einmitt. Þú veist þannig að skalt bara alveg Já, maður má hrósa sjálfur að það sé Coke Zero, sko. Ángríns. Það er meira að segja Zero, sko. Það er ekki eins og koffín í því. Nei. Einmitt. Þannig að þetta gæti verið vera. Já, en svo er ég náttúrulega bara alveg, þú veist, ógeðslega erfitt að svona plana svona langa ferð. Það er svo langt sem ég farið svona langa tíma. Ég held að það var bara seinast ég fór til Bali. Því ég fór Já, vá. Þannig að ég er bara svona, ok, hvað þarf ég mikið happy hydrate, skilur? Já, alveg fyrir 2 stykur fyrir dag. Já, það... Hvað er margar í kassa? 10? 10 kassa? 10 kassa, já, örugglega. Nei, 100 ekki 10 stykur? kassa. Nei, 10 sem 10. Jæja. Ekki byrja að reikna núna, sko. Nei, já, ég get ekki reikna svona. Nei. Ég er í 20 daga, þannig það er kannski 3 kassa svona to be safe. Já. Fyrir bara mig. Þetta er 20 daga, já, fyrir bara þig, þá má enginn stela. Já. Þá þarfst alveg, já. En ég held ég grip með þetta bara upp á velli, sko. Það er þægilegt. Já, því að ég held að ég komi ekki eins og stikum í töskunum mína. Nei, og þetta er náttúrulega ógeðslega létt. Já, þetta er mjög létt. Já. Þannig ég bara trúði þessi handfæðangur minn. Sniðut. Það er gott að happy sér komið på völl. Það er mjög þægilegt. Mjög gott. Það er mjög þægilegt. Líka svo næs að hafa þetta í flugin. Ég þarf þetta flugið, sko. 100%. It's gonna be 13 hours straight og pluss alltaf 3 tímar, skilji. Einmitt. Og svo pluss aftur 3 tímar. Samtals, hvað er ég bara lengi? Ég mjög lengi. 24 tíma. Vá. Nei, jú. Nei, ég held ég sagði 18. 13 pluss 1, 2, 3, 16, 17, 18, 21. Shit. Í flugvél? Já. Vá. Rúmlega. Vá. That's a whole lot of flying. That's a whole lot of flying. Kannski fæ ég ógeði núna. Ég er svo stressuð fyrir það. Fyrir fluginu? Já, ég er svo stressuð. Ég er alveg saman með 3 tíma flug, skilur, þau er eitt mál. Og svo fann að kaupa eitthvað svona gadgets. Já, veistu, ég fór alveg á Amazon 150 skalli. Að það? Já. Hvað keyptir þér? Bara eitthvað svona turtleneck sem maður á að geta sofið með. Ok. Svona grímu sem festist við sætið. Já. Bensi reyndi að stoppaði mig því að ég var komið foot hammock. Já.
Mér langaði svo í það. Já, svona hengir Það hún lét mig fyrir... taka og ég að því að fokkin dýrst að senda til Íslands. Já, Amazon. en það breytir engu þótt að sé eitt fút hamúka með Það það veitir ekki. alveg, sparaði smá. Ó, ok. En þú veist, bara sendingakostnaðurinn var bara 30.000. Ég bara, er ekki lægi? Nei, það er ekki En lagi. ég er það desperate og ég var bara, ég verð að reyna að ná að svo eitthvað. Það er ástæðan að fólk kaupir sér ekki Amazon til Ísland. Þetta er hræðilegt. Þetta er hrikalegt. Já. Ég gerði það bara í neyð, sko. Já. Þetta var neyð. Já. Að ég var bara, það er engi sjopp á Íslandi sem selur eitthvað svona shit. Kannski myndir finna eitthvað svona dótur í Hagkaup. Þú getur fundið eitthvað svona dótur í Já, Hagkaup. klálega eitthvað sem Já. er þægilegt, skilu, þarf að fara í Hagkaup. Já. Ég þarf að gera mér góða Hagkaupsferð núna og fara að kaupa augnarum mín og Stokka upp öllu. stokka upp á öllu svona snirtidæmi sem maður gleymir. Augnar lím, hvað meira? Og thank God að þú veist eins og þú veist, með hagkursverslunar sem verður opna 24/7. Þú getur líka farið bara, þú veist, að ég veit að núna ertu bara að pakka fullu, gera helling, og getur að fara bara seint kvöld. Já. Þarfst ekki, þú veist. Ekki eins snirturundeldina samt. En samt inn í, þú veist, Þú getur verið að geta tampust á okkar. Já, alls konar þannig, Já. Þú veist, þannig að ég var í því daginn bara, það var eitthvað svona, ætlaði ekki verið, þú veist, þannig að þessi skýrta, hvað heit þetta, hvítasunnudagur og þannig er alltaf áttu að vera lokað, skilur, þá gæti ég samt bara farið í skeifina og keypt helling, skilur, þá vantaði mig bara eitthvað, hvað vantaði mig? Ég vantaði eitthvað í þeirri deild. Snirtiveru? Já, nei, en þú veist, ekki snirtiveru heldur, þú veist. Svona hreinlæti? Já. Hygiene? Já, ég man ekki hvað var. Já. Nei, þið vantaði ekki síldið. Nei, ég held að, Ambla týndi tannbustanum sínum, þú veist, nýjan tannbusta, svo var eitthvað bara bómull og eitthvað svona þannig dæmi, sko, tannþráður og eitthvað svona dótari. Þannig að gott að geta farið þótt að var frídagur, skilur þú veist, og gengi að þessu. Einmitt. Ég gæti samt tekið mér líka á NYX bósnum. Já, það eru svona suma, það er kannski bara ekki svona high-end vörunar, kannski svona drugstore vörunar. Já, þú veist, þú getur já, getur alveg hoppað og getur L'Oreal maskara. Já, nákvæmlega. True. Það er næs. Það er mikið næs. Það er svona yfirleitt svona vöruna sem mann vantar líka svona, oh fuck. Já, til þess að það er svona stokka upp á, skilur. Já. En já. Þannig að þú ertu bara fullu að græja og gera. Já. Og ertu búin að panta þér mikið, þú veist, annað fyrir þess að það er outfit, svo. Eitthvað, sko. Já. Ég reyndi að panta ógeðslega mikið svöru ég að skila öllu. Hvað skilar öllu? Já. Í alvegni. Virka ekkert. Stærðirnar er bara 3000% off. Söru stærðir eru bara eitthvað til þess að, ég veit það ekki. Ég skil ekki neitt. Nei, ég bara skil ekki neitt. Nei. Sama þó ég kaupi 2 stærðum og yfir eða undir eða þú veist, whatever. Það er alltaf, ég er alltaf í bullinu, sko. En þú veist, þessi sending kom í 2 hlutum. Fyrri hlutin var alltaf stórt. Svo seinni hlutur alltaf lítið. Já, great. Great. Já, þannig að já, ég þarf bara að skila því sem það er við söru að mann getur gert það, skilur. True. Þannig að þú veist, eitthvað sem fyrir söru núna, þetta er allt sem er ekki til já, skilur. Nei, heima, þannig að þetta er svo geðið sömmur í þannig að ég bara, já, I shop for somebody. Já, enjoy. Já, það var ekki ekki. En já, fínt að gera það bara Þannig að þú, fyrir bara haka upp leiðinni. Akkurat, getur gert það. Þú gert það. Ég er alltaf að hugsa bara svona, ég þarf að gera eitthvað tvent í leiðinni. Já, ég er að fara að gera með ferðangað, þannig að ég ætla að nýta ferðina. Já. Ég skil það mjög vel. Já. Ég skil það mjög vel. En það er líka eitthvað að gerast núna í, til dæmis Smáralindinni. Það er miðnætturinn. Og ballerína, þeir eru með lukkuhjól. Já, þeir eru með lukkuhjól. Yes, sir. Það er alltaf gaman. Þú veist, ég elska svona, geta vinna freebies. Já, og bara, þú veist, við Íslendingarnir elskum lukkuhjól. Það er svolítið svona okkar. Þannig að það er alltaf ógeðslega gaman að fara í svona miðnætturopnuna dæmi. Já, það er mjög skemmtilegt, sko. Og gaman að geta, þú veist, unnið eitthvað svona klassík sem er alltaf góð, sem allir af fjölskyldinni, þú veist, allir á heimilinu elska, sem er eins og ballerína. Já. Það er í dag, miðnætturopnuna. Það er í dag? 3. júní. Ok. Og lukkuhjólið verður á milli 4 til 6. Ok. Þannig að þið sem eru að hlusta daginn sem þetta kom út, þið eru heppin. You know about this. Já, en taldu ballerína. Já. Voru ekki með eitthvað pakka frá þeim? Jú, við vorum með eitthvað pakka. Það er alveg smá að kíkja í hann, sko. Við erum búin að pæla, við erum búin að hugsa smá svona, værilega gaman ef að þú veist, það væri smá skemmtilegt með ballerína. Ef að kannski kæmi eitthvað fyrir sumari, eitthvað öðruvísi, eitthvað sem væri svona mega mikið nammi.
Já, bara eitthvað svona bara eiginlega bara ógeðslega juicy, chocolati eftirréttur, eiginlega svona þannig væp. Það væri mjög skemmtilegt. En við ætlum að kíkja í pakkan. Já, hvað leynist þar. Þetta er náttúrulega, pakkin lúkar bara eins og original, þannig að ég veit ekki hvort sé eitthvað nýtt í honum eða ekki. Já, kíkja. Já. Það væri ógeðslega næs eða það væri eitthvað hellað svona nýtt og juicy, chocolati eitthvað. Við erum hérna með ballerina kassa. Ok. Ég ætla að kíkja. Tjekkaðu hvað er hann núni. Heyrðu. Hér er miði. Nei, hættu samt. Hér er miði þar sem við megum eiginlega ekki sýna ykkur þetta. Við megum ekki sýna ykkur strax. Ekki strax, en við megum segja ykkur. Eða hvað? Ég veit það ekki. Ég veit ekki heldur, ég þorði ekki. Ég man ekki hvort við megum það. Ok, ég ætla ekki að taka neina átur. Nei. En hérna onni leynist það sem er nýtt frá ballerina í sumar. Það sem verður í sumar, svo lengi sem það endist. Já, ég held að þetta myndi ekki endast neitt. Ég held ekki neitt, sko. Þannig að hérna, be quick, veri vakandi fyrir þessu. There's a new ballerina in town. Nei, þetta er ballerina sem ég aldrei séð, sko. Aldrei séð þessa? Aldrei séð þessa ballerina. Aldrei séð þessa. Og við náttúrulega elskum súkkulaði með kaffinu. Og þetta við getum sagt það allavega, þetta er very chocolatey. Very chocolatey. Very chocolatey. Mjög spennandi. Já, ekkert smá spennandi. Þannig að stay tuned for a ballerina in summer. Nóg að gerast. Já, það er nóg að gerast í sumar, eins og svo oft áður. Eins og svo oft áður. Já. Og líka það sem er að breytast í sumar, við kveðjum Tres Logos. Já. Tres Logos, we loved you. You've been a blast. Takk fyrir frábær samstarf Tres Logos. It's been a blast. Og takk fyrir þeir sem fóru að smakkaði tepóselin. Já. Hann er búinn. Hann er búinn. Hann hættur núna alveg. Það er ekkert engin framlegging. Ekki Tres Logos. En vitið þið hvað? Við erum með risafréttir. Hvað? Við erum að fara aftur í tepósel á tapasbarnum. Woo! Takk fyrir. En hann er ekki eins. Nei. Vissulega. Hann er uppfærður. Og þeir segja ykkur, krakkar mínir, að þetta er besti tepóseðillinn so far. Já, og við erum ekki að segja þetta bara til þess að segja þetta, við erum að meina þetta. Við fórum og smökkuðum hann og við vorum gjörsamlega í áfalli. Tókum 2 smakkara með, meira að segja. 2 besties. Já, því nú við fáum fleiri áleit, hvað finnst ykkur? Þú veist að við verðum alltaf að toppa okkur. Hinn var frábær. Já, nei, þið eru allir búin að vera geggjaðir. Við þurfum alltaf að toppa okkur. Að sjálfsög, annars það er bara the part of the game. Já. Þessi er í ruglinu. Verðið er þetta sama, krakkar. 4.500 fyrir 3 rétta. Tapasbarnum. Hver einasta 5. dag út í júní. Takk. Jeps, vil ég vita hvað er í honum með það? Já. Er þið ready? Herri, fyrsti réttur. Hold your horses. Þetta er það besta sem ég smakka. Túnfiskur með ponsu, goujang, sósu, piklaru, vassmelónu, avokadómauki og steiktu vermicelli. Ég veit ekki hvað ég segi þetta rétt. Nei, og jalapeno. Og jalapenos, já. Nei, sko, þetta... Ok. Ekki vera, þú veist, hrædd við að smakka túnfisk, af því þetta er svo gott. Ég skil, ef þið eru svona, ég var þannig líka. Þar til ég smakkaði hann. Þar til ég smakkaði túnfisk. Þetta er, you guys, oh my god, þetta er betra en góð steik oft, sko. Já, 100%. Túna er bara the new steak. True. Númer 2. Þar eru með klassíska kjúklingaréttin. Kjúklingalundir með blómkálskúskús, furnutum, blómkálsmauki og aioli. Yes. Þessi slæðir alltaf í gegn. Já, við ætlum að halda í þennan, þessi voru síðast líka, en að það er ógeðslega góður, ógeðslega léttur, mixti kjúklingur sem þú færð, by the way, svo fullkomin bragðbót inn í þennan seðil. Þetta bara mattsa svo vel við. Já, þetta er protein og bara, þetta er svo proteinrík máltíðina hjá okkur. Þetta sé mér bara mjög holdt, sko. Nei, alvörn, þetta er holdt, sko. Þetta er holdt. Þetta er mjög holdt, já. Svo erum við með glænja rétt sem að er bara í tepóselinum. Það var allavega gerðuð fyrir tepóselin. Það var aldrei verið til á tapas. En það er nautalind tapas steak frites. Yes. Ef þið veit ekki hvað steak frites er, þá er það steak franskar bernes. Nema franskarnar eru svona crispy kartöflubáta franskar. Já, svona ógeðslega góð. Skífur eitthvað. Já, svona skífuvibes. Nei, alveg, og bernesósa og naut og oh my god, þetta var svo gott. Sko, ég
ég sparaði mig í hverjum rétt. Ég líka. Þú veist, bara til þess að geta klárað þetta allt. Að því ég var bara, oh my god, þetta að koma næst, Þetta var bara, þetta endin, sko. Með börnisunum, jæja, hjálpaði mér, sko. Til endin. Þú veist, við erum með túnfisk, við erum með kjúkling, við erum með naut. Þú veist, wow. Fyrir 4.500. Já. Alla 5. í júni. Go book a table. Byrjar á morgun. Já. Let's go. Byrjum sumarið vel. 4.500. Þið fá ekki betri díl. Nei. Hvergi annars þar. Hvergi annars þar. En svo, það ekki eina. Við vorum líka að smakka eitt nýtt. Sem alveg stórglæsilegt. En það teboð sangrían. Já. Okkar eigin sangría. Fullkomin. Þetta rósavíns sangría og hún bleik með fullt af jarðarberum. Hún mjög bleik á bragði. Hún svona mjög bleik á bragði. Já. Hún var svo góð. Hún eiginlega hættulega góð. Þú finnur eiginlega ekkert áfengisbragð sem bara hættulegt. Hún með alveg háklassa múka rósavín. Já, sem við elskum. Við fengum að velja sjálfa vínu ofan í, þú veist, og bara vorum inn í þessu, þú veist, þetta bara í alvörinu, this is top tier. Þetta top tier. Þið verður að smaka hana eður með aldur. Alltaf bara wow. Ef það ætla að fá okkur drikk með tippasalunum, þá þessi þessir. 100%. Nei, sko, já, við fengum okkur þó nokkra kunnur við vinkonunnar daginn. Við verðum að viðkjanna það. Það var ekki hægt að hætta. Þetta ekki. Ó, svo góð. Það var glæsilegt. En alltaf bara farið varlega. Sjálfsög. En já, við erum hér komin til þess að tala fashion. Við erum að tala trends sem í sumar. Já. Tísku trendin. Hvar að byrja? Sko, bara svona eitthvað sem ég veist eiga þetta sumar. Bara eiga þetta sumar Havianas. Já. Flip-flops. Já. Leiðilegt bara að við búum á þannig landa erfitt einhvern veginn að það samt alltaf læg. Það alveg hægt, já. Alveg eins og einhverja aðrir opnir skór. Já, true. En ég bara, svo pirrandi þegar mér svo ógeðslega flott. En ég bara með svo weak times. Ég með weakan á milli tána, sko. Já. Já, ekkert í þetta. Ég sé bara ennþá bara lítið batnan á milli, eitthvað, bara ekkert sigga. En erstu búin að sjá Havianas fyrir babies? Nei, það að sætasta. Það verður þægilegt fyrir þau. Nei, þetta er okkur fyrir börn sem lapp ekki. Já, þú veist, bara eitthvað svona liggja þarna, skilur ég, þetta er svo flott. Ég veit ekki, það er svo cute. Ég sá ef eitthvað svona pinglít. Já, ég var bara að nýðis. En já, það er mjög, já, það er svona bara propp. Af því að þetta ándjós óþægilegt skor í heiminum. Þetta er það. Óþægilegt skor í heiminum. En tjóðist rýbrand er þetta eitthvað að fá. Já, þeir eru að gera bara kollaps með öllum. Já. Bara, þeir eru búin að gera með Söru, þeir eru búin að gera með, hverju voru að gera? Þeir gera með Isabel Marant, og var eitthvað annað líka, bara ándjós í sömu vikunni. Já, rosalega, þú veist, það komin einhvern nýjum markastöru, sko, og það er bara, ég heldur, something's happening. Hljóta það tekið bara eftir eitthvað flip-flops og vinsæli eftir. Þú veist, núna, þú veist, marstu 2004, þannig að Flower netaskotnir. Já. We can't see them anymore. Nei. Þetta eru bara nýju þeir. Já, þetta er bara þannig. Það er bara flip-flops sem er ógeðslega erfitt. Ég sé valla ballerínas, sko. Ég veit það. Hvað ég að gera? Sko, maður þarf að með sætatásur og svo líka sterkartásur. Já. Þetta er alveg erfitt. Og bara sterkar ristar að halda svolítið upp. Já, það er ekkert að byggja lítið hérna. Nei. Þú veist, ég hafði með vinkonu sem bara lappar bara þú veist, heilu borginna 20 skrifir svona og finnir ekki fyrir. Just það er eitthvað ég get ekki lappað stofuna mína, ég reyna að þjálfa mig, sko. Já, þetta er erfitt með bílnum inn á apóteki, sko. Okay. Þú veist, ég var í svona flip-flops hælum að því að bara, mér finnst þetta svo flott, mér langar svo að vera. Það er geðveikt. En þetta er ekki fyrir, þú veist, mig. Nei, I'll take a pick in it, en þú veist, that's about it. Það er svo pirrandi. Já. Mér langar svo að geta verið gælla. Mér líka. Akkur finnst mér alltaf að vera eitthvað svona trend sem við getum ekki til þátt í. Það er alltaf eitthvað sem við getum ekki til þátt í. En þú veist, come on, þetta er bara skór. Ég veit það. Það getur ekki verið að fólki finnst það þægilegt. Það er hljóta að koma eitthvað svona plástrar. Já, bóttið. Æ, fattur eitthvað svona, bara svona, basic svona búðar. Bóttið til hann, sko. Já, við þurfum vel bara að fá okkur þannig. Já, bara setja eitthvað svona plástran á milli. Já. Bara beauty is pain. Þetta væri cute í London, sko. Það væri nefnilega mjög cute í London. Ég keypti mér reyndar, sko. Ég keypti mér 2 pör að hafa í hann sem daginn. Einu alveg bara svona gula flata, bara með engum plattform. Þeir eru frekar óþægilegir. Svo keypti ég mér með smá plattform, bara alveg beina, skilur. Það er betra. Það var betra. En samt alveg gott, sko. Já, ég veit ekki. En það var samt þægilega, það er eitthvað við það, ég veit ekki hvað. En mér langar rosalega mikið í Isabel Marant. Ég veit það. Sérstaklega með the studs. Ég veit að þeir eru svo flottir. Þeir eru svo flottir. Ég held að líka myndi fara mér betur að þeir eru svona meira skór. Þeir eru meira bling, já. Þannig já.
Það on my wish list right now. Já. En hvað svona, þú veist, hvaða svona stóra svona sem þetta safna fyrir on your wish list núna? Ekkert eitthvað sem að þú veist, getur bara hoppa út í búð og kaupa, skilur. Nei, ég sá ógeðslega flotta Miu strandtösku. Röndótt þess að maður sjá hana. En ætlar að kaupa það? Nei. En ég var bara svona, ef ég ætti, ef ég myndi syndi pening og væri að leiðin út þar sem ég þyrfti að strandtösku að halda, hvorugt á við mig akkurat núna. Það veist, ég er ekki leiðin út og ég syndi heldur ekki pening. En ég var bara svona, vá hvað þetta geggjað. Já. Það var svona óslega flott. Nei, sko, allar mjög töskur er flottar, sko. Það eru bara svo ógeðislega dýrar. Ég veit það, en ég er svona, þú veist, svona, in a fantasy world, that would be on my wish list. Það er svo fyrst sem ég datt í huga þarna. Fyrst sem að mér datt í huga Tabby's. Já, þú náttúrulega, þú veist, leitar að þeim, sko. Já, ég er búin að vera að reyna að kaupa á í svona 3 ár. Já. Þannig, þú veist, það er svona einhver sem ef ég myndi finna þá myndi ég kaupa þá. Já. Ég var líka til í svona vintage Chanel svona bubble gleru, sólgleru. Já, það er náttúrulega draumurinn. Já. Mér langar þannig eða mjög vintage þannig. Já. Já, þú veist, þannig bara eitt sem við erum að sjá núna er bara skinny glitter out, big bubble bee, svona Balenciaga Kim Kardashian vibes glitter are in, Paris Hilton 2000s. Jeps. Og það er alveg erfitt að finna þig. Já. Þetta byrjar allt þannig, svo næsta ári vera allir með þetta, já. Þannig að þetta er alveg skemmtilegt, sko. Þetta er svona öðruvísi að hitt búið að vera liðutöldi lengi. Já. En þú veist, það bara glemdi ég að ég fara að leggja niður. Nei, ekki heldur. Skinniglirinn mín, sko, þau fara með miklu betur heldur en þessu stóru. Þau eru líka bara klassísk. Þau eru, þú veist, ekki jafn mikið svona, þau bara vera klassísk, með hitt vera meira trend. Já, en samt ekki, sko. Þetta bæði alveg frekar klassískt. Já, kannski, veistu kannski, en þú veist það er samt svona, ég skil þetta komið svona í törnum, en þú þarft ekki að leggja annarkvort niður. Nei, klálega ekki. Þú kemst upp með það. Það er að sjá bara einhverju klippu í dag af Kim og Food God, þar sem að þau eru hittast á einhverju veitingastað og hún er eins og einhver algjör skinka og mæti með svona skinni í gleru og Food God, kalla hann sig ekki Food God. Jú, já. Ég held að það bara er búin að skýra sig Food God. Já, þess að ég ekki segja Jonathan, skilur. En hann er eitthvað, vá, ég hef ekki séð þig svona klædda, hann bara, já, kann ég klæddi mig, skilur hann sagði bara stór gleru voru out og lítilur inn og hún bara, ég kann ekki vera með svona pingu lítið gleru og þú fælti því, núna er það búið að snúast þig aftur og þetta er ekki það langt síðan heill ringur. Jep, en sko, ég veit ekki við hefum tekið svona 3000 svona þætti en það er svona aðal trendingvaran finnst mér núna og við erum náttúrulega búin að tala hann í öllum sem þáttum í svona 3 ár er Caprice. Já. Og núna eru allir komnir í Caprice. Já, og núna fyrst er líka þetta svona smá svona the risk takers, skilur og núna eru bara allir ammara í Caprice. Já, og bara öll íþróttafötur á Caprice. Já, ég elska íþróttafötur Caprice. Hversu cute. Það er geðveikt. Ég elskaði það þegar ég var yngri. Það var svona 2010 vibes. Ég var alltaf eitthvað Adidas-buxum. Já, svo stutt. Já. Geðveikt. En það er svo þægilegt. Að ég fíla ekki eitthvað það mikið að vera í stuttbuxum. Ekki heldur nefnilega. En ég elska Caprice. Það var alltaf ekki eins heitt, skilur. Same. Það andarlega mikið að vera með kálun úti, sko. Já. Það gerir það. Já, það gerir það. Þannig ég elska Caprice. Mér langar í Caprice í öllu. Mér langar í gallabuxna, ég reyndi að kaupa mér daginn, það sendist ekki til fucking New York. Já. Þú veist, ég setti vilt heimfangað eitthvað. Langar bara svona í alls konar. Bara þegar ég er að klæða mig núna daginn, ég bara, hvað langar mér? Langar bara það er svo heitt. Já. Svo næs. Já. Og þetta er líka svo mikið, já, þetta er svo gælló og þetta er svo mikið outfit. Já. Sammála. Þannig að já, Caprice er 100%. Maður getur ekki verið hvaða skó sem er við Caprice, sko. Nei, það er erfitt. Já, það er erfitt. Þú ferði ekki í sneakers eða eitthvað við það. Nei. Það er algjört no. Það er smá svona hæl. Havaianas myndi virka. Havaianas myndi virka, en helst eitthvað með hæl, sko. En ballerinas gengur alveg. Já. Það er eiginlega einu flati sem gengur. Já, ég er sammála. Eða þá flip-flops. Já. En helst smá kitten allavega, sko. Þetta er smá tricky. Það er það. Þú mælum með að skoða bara Pinterest og bara hvernig þú ert að stíla your Caprice. Svona alveg polka dots. Já, heldur að vera bara alveg áfram út. Já. Það er ekkert að fara. Nei. It's so, bara allar síðustu verðina, það er allt í polka dots. Ég veit það. Bara 2026, bara árið polka dots, sko. Já, árið polka dots og árið Caprice. Já. Mér finnst bara polka dots búin að vera bara síðan fókin, það bara
Já, bara síðan bara vetur, sko. Já, þú veist, það bara allt í polka dots. Mér finnst það svo cute, I love it. Elska polka dots. Já. Ég held ég myndi ekki segja þetta. Ef þú spurt mér fyrir 10 árum. Nei. Ég held ég myndi ekki segja, ég elska polka dots. Mér fannst polka dots geðveikt cringe. Já, mér líka. Og allt röndótt og allt svona. Bara nei. Þú veist, það dó svona, þegar við vorum í menntaskóla, þú veist, það voru við ekki mikið röndóttu. Og polka dots kannski líka. Ég átti eitthvað polka dots kjól 2018 þegar ég var í Róm. Og ég var bara svona, mér fannst það svo sætur en já, svona finnst fólki ég cringe. Já. Ég á hann ennþá þónt. Ég týndi aldrei að henda honum, hann ógeðslega krúttlegur. Ok. Það eiginlega máta, kannski getur bara nota hann. Kannski London. Já, já. Getur það cute. Það svona stuttur. Já. Ok. Já, svo náttúrulega líka mjög mikið núna, bara svona lingerie vibes. Já. Svona blunda með silki það heldur alveg áfram. Já. Það aldrei mikið. Og fólk bara svona meira og meira að lukka eins og sé á brókinni eða í náttúrunum, skilur. Það ekki lengur svona eins og þegar skimskjólanir okkar. Nei, já. Þeir voru allavega eins og kjólar. Já. Þetta voru miklu styttra. Já, og meira bara stuttbuxur sem eins og brók, skilur. Og bara topparnir bara basically eins og Katie Victoria's Secret eða eitthvað, skilur. Já. Sem var cute. Já, mér finnst það mjög cute. Já. Þetta var svona ákveðin típa alltaf að púlla. Já. Þú veist, það var bara ákveða á þú sést þessi típa, en ég púlið ekki. Ég púlið ekki. Ekki neitt. Ég var ekki dýta. Ekki heldur. I wish I did. Já. I wish I did. Svona miri skirts núna. Já. Maður veit ekki sjá neitt annað eiginlega. Það er bara, maður búin að fjárfesta í fullt af einhverjum síðum og maxi og bla bla bla. Golfsíðum, það er ennþá alveg trending, sko. Það er bara klassísk, skilur, en þú veist, mann er langan hún í hitt. Það er líka bara meira summery vibes. Já. Hún sjást svona í skonna og það er smá svona capri vibes náttúrulega. En já, ég elska midi skirts. En það var alveg ógeðslega erfitt að finna þeim fyrir árið að 2, sko. Núna þau eiginlega komin út allt. Já. Það er svona þægilegt þegar þetta er komin út allt, en þá svona byrjar maður að hugsa hvað er næst. Ég veit það, svona, geti ekki verið undan ykkur öðru. Já. Svo náttúrulega mjög mikið layering. Já. Það heldur áfram. Já. Það byrjaði fyrir svona 3 árum. Já, bara þegar ég var í 2 bikinjum. Í Króatíu, já. Króatíu. Var það, já. Það var 3 árum, ekki? 2 árum eða eitthvað. 2 árum, kannski, já. Það kom alveg frétt það að þetta væri asnalegt, skilur, og þú veist, ég var alveg, ok, ég lofa að þetta er cute. Ég alveg sinn verið 2 bikinjum. Já. Ég vissi að það myndi koma eitthvað svona þegar ég gerði það, en þetta er cute og núna er þetta bara, þú veist, þetta er ekki lengur layering. Nú kaupir þetta svona. Nú kaupir þetta tilbúið layered sem er svona eiginlega beats the point, þá er þetta komið kannski svona aðeins í ómikið fast fasin. Já. En það er samt alveg, it's cute. Já. En líka bara layera bara tank tops og bara að láta sjást í eitthvað smá auka lit ofan á hinlitin, bara eitthvað. Do the layering. Það er mega nice. Það er ógeðslega cute. Sérstaklega í sumar með bikiníin. Já. Elska það. Já. Þess að finnst þér náttúrulega að þetta orðið svona basic núna allt í henni. Já, þetta bara, þetta tók bara eitthvað svona, þú veist, að því að þetta var svona meira enn síðasta sumar. Þetta var svona byrjað þegar þú gerir þetta. Svo var þetta svona smá. Þetta var valla að byrja samt þá. Nei, já, þú veist, þetta var svona bara að byrja. Já. Og búin að sjá eina Pinterest-skelu að gera þetta, skilu. Og svo, þú veist, í sumar var þetta svona meira, að núna er þetta bara orðið bara standard. Já, þetta var svona mjög mikið trend. Já. Tekur alveg smá tíma. Já, tekur tíma. Já. Svo alveg búin að safna í þetta nót svo lengi svona, hvað er ég að tala um eftir? Já, þetta er bara með eitthvað skrifa orð sem þú bara, hvað þýðir þetta? Já, ég er að tala um eitthvað sheer litað satin mesh. Ok, sheer litað satin mesh. Ég ætla að finna hvað ég er að tala um af því ég minnir að þetta er mjög cute. Já. En náttúrulega, eitt sem ég get talað um á meðan er þessi poncho. Já. Þessi poncho bara eru út og svona asymmetrical. Þú veist, þau komu svolítið inn í haust, þá komu þau bara svolítið svona basic, bara svona gömlu góðu ponchoin. Hvernig þau voru, þú veist, í vetur. Og svo núna fyrir sumarið, þá er þetta bara, þú veist, þú getur bara verið í bara hvað lit sem svona asymmetrical ponchoi. Og bara stíla yfir, þú veist, top, tank tops, bikini, þú veist, hvað sem er. Mér finnst þetta ógeðslega smart. Já, þetta er mjög cute. Mér finnst þetta svona skemmtilega öðruvísi, þú veist. Það er svona gaman að, þú veist, eitthvað svona nýtt sem kom, fattar þau?
Þetta svona gefur manni útrúlega mörg option, þú veist, þannig að ef þú fjárfestir kannski í tveim litum eða eitthvað, kannski eitt sem bara basic lit og eitt svona í kannski einhverjum ákveðnum skemmtilegum lit, þá ertu með svo mörg option fyrir, þú veist, outfitiðin. Algjörlega. Þetta heitir sérst á ensku Cape Tops. Já, Cape Tops, já. Asymmetrical Cape Tops, eða viljið skoða á Pinterest. En þetta alveg, sko, the main shit núna líka bara úti, skilur eða þú fært í útlanda, að vera í litu svona, skilur. Já, og ég tala það, bara þú veist, og það óslega sniðut að fjárfesta kannski í, þú veist, bleiku, grænu eða bláu og svo kannski hvítu. Já. Og þú getur, þú veist, nei, þú veist, bleiku eða grænu, þú veist, eða bláu, bara eitthvað lit og svo kannski hvítu, þá er þetta kannski 2 og ég tala bara öll sumaroutfit sem þú hefur verið í áður. Já. Þú getur basically endurgert þau með þessu yfir. Algjörlega. Þú veist, þetta svo ógeðslega svona getur líka margir sem geta bara heklað eða prjónað þetta, skilur. Ég var alveg til að læra það bara. Það var glæslegt. Geðveikt og svona til svona með glimmeri. Já. Það er ógeðslega skemmtilegt. Ég held sko að sem að ég var að reyna að tala um þegar þetta orðið svona. Það Já, mesh. já, þetta er orðið mesh. Litað Já. mesh í svona Cape vibes. Það er mjög kjút. Þannig að þú veist, þetta er til í, þú veist, þetta er til um þetta í alls konar efnum og þú veist, það veist mesh, glimmeri. Já. Skemmtilegt. Prjónað, heklað. Þetta er mjög skemmtilegt að leika sem við. Þetta er mjög trending. Mjög summery. Right now. En líka svo heilt yfir bara svona að tala um þetta, þá er einhvern veginn allt er orðið styttra. Já. Bara kjólarnir. Það er alltaf orðið svona middi. Já. En þú veist líka alveg mini. Mér finnst alveg líka mini skirts fyrir enda inn, sko. Í þau 100%. Mjög mikið, sko. Sko, hann stendur hérna. Hvað er ég að tala um, sko? Hvað er Þú þetta? veist, ég gerði þetta skjal í byrjun maí, þá byrjaði ég að safna í þetta. En það stendur litað fjaðrir. Þú veist, hvað er ég að tala um? Er ég að tala um trefil eða? Litar fjæðrir, já. Þetta er spennandi. Já. Ok. Jú, ég held þess ég bara að tala um svona fjæðrir á bara flíkum, skilurðu. Já. Þessi litaðar á einhverju. Ég held ég var búin að sjá eitthvað um það einhverju svona bólum og eitthvað þannig. Ok, skemmtilegt. Svona, þú veist, að þetta svona eitthvað vibes. Já, kannski svona á ermunum og endanum og kjólnum og pils og svona. Eitthvað með lituðum fjöðrum á. Já. Svona very summery. Þetta er cute. Þú veist þessi hérna? Já, þessi sætur. Með fjöðrum að neðan. Búin að sjá mikið af því. Love it. Já, og svo er bara verið að tala um að Pilates Princess er out. Hot yoga mom. Ok, nú er ég að googla hot yoga mom. Nei, en það er svona smá Y2K, not a regular mom, bara cool mom. Erum að fara bara juicy gala Mean Girls, já. Og bara smá svona arrangerover og hoppa úr svona, ég veit ekki, bara í svona velvett galla, skilurðu. Einmitt. Og svona æfa í meira bómullufötum eins og þú hattar. Herðu, ég tek þetta tilbaka. Það er búin að taka þetta baka? Ég tek þetta tilbaka. What? Já. Akkur? Ég er bara búin að hugsa þetta, ég er ekki að hlusta þér svo oft. Ég er svo oft í þennan bólum. Já, og ég er alltaf í þennan bólum. Ok. Þannig ég núna fer bara þegar við fyrir með Patel, ég fer bara í bómulbólum mína. Mér finnst það þægilegt nefnilega. Ég skildi ég alveg. Ég tek þetta allt tilbaka, en það má skipta skoðun. Já. Og þess að þú varst með gráa bólnum, svo varst ég yfir pílatesettinu. I love it. Love it. Okay. Þannig ég sagði í áskriftu þætti að ég væri með heita á þetta. Ég tek þetta tilbaka. Ok, það er gott að heyra. Já. Af því þetta er svo þægilegt. Og þetta er einmitt the hot mom. Já, ég er bara, I'm so in for it. Ég ætla að vera hot mom í sumar. Hot yoga mom. Svona, let me be that. Svo er náttúrulega röndótt alveg að tröllríða öllu, sko. Litað röndótt. Já, bjarnarfræðabúar. Nei, ekki alveg bjarnarbúanir. Af því þetta er meira svona grænn og ljósgrænn, skilur. Bjarnarbúanir er meira svona gulur og grænn, blár og gul. Rauður og hvítur. Já. Eitthvað hvítur mjög bjarnarbúkótið. Ok. En þetta er meira svona different shades of color. Já, og meira svona, þú veist, dökkbleikt og ljósbleikt, skilur. Já, svona 2 different shades. Já, það er svo cute. Það er alveg mjög mikið in my summer, Bali ferðartösku sem er röndótt. Ég er alveg, oh my god, þetta er alveg smá vandræðalegt. Ég fæ alltaf svona æði fyrir ykkur, svo tek ég svona eftir. Ég elska. En, ok, rompers, sem er svona mini-samfestinga-vibes. Í alvörunni? Já. Ekki samt eins og í gamla daga, sko. Rompers? Skrifa bara Rompers 2026 á Pinterest. Já. Við vonandi eru bara allir með opið Pinterest. Já, það er banna að googla. Það er bara að segja það sem við erum að segja. Erum við að tala um svona, já. Já. Svona meira kjólaromper. Já, líka bara eitthvað, þú veist, eins og svona. Skilu, reyndar ekki romper, en svona þröngt, skilur. Ok. Svona með stuðbuxum.
Ok, þetta rétt? Ef ég pæli eins og þú veist kjólunum mjög kjóluleg og þannig, það er romper, einmitt. Þú veist, líka bara, þú veist, það eru basically stuttbuxur attached. Svona, ég ætla alls ekki að hana þetta, þú veist, svona. Einmitt, já, ég hef búin að sjá þannan, já. Sætur. Já. Svona, það basically, veit ekki hvað maður kallar það íslensku, bara samfestingur. Já, þetta er samfestingur bara. Þetta er ekki beint playsút, af því að þetta er svona þröngt. Já. Þú veist, þetta er geðveikt í útlandum, skilur. Já, þetta er gott í útlandum. Guðlur romper, eða. Varstu þannig að pakka niður sólhattinu? Ég var að finna hann, ég var ógeðslega lengi að fucking finna hann. Já. Ég var svo að tala Giacomo. Sólhattin. Já. Hann áfram inn, right? I don't fucking care if it isn't, sko. Já, en þú veist, það er bara sólhattur, skilur, það er eitthvað sem þarft alltaf. Já, svart. Herru, ég er alveg bara, þú veist. Já, þetta er svolítið æði, sko. Þetta er svolítið æði, sko. Sumir hérna Pinterest er að merkja þetta sem playsút, en hann er kannski ef þið er að searcha. Já, það sé meira playsút þegar hann er svona víður. Þessi romper þegar hann er þröngur. Já, gæti verið. Herðu, ég er alveg, ég stiði þetta. Wholeheartedly, ég var hrædd þú sagðir þetta. Já. En ég stiði þetta. Þetta er mjög cute, sko. Þetta var svona 2018 nema þetta er náttúrulega aðlagað að 2026. Já, true. Náttúrulega ógeðslega mikið svona 2018, sko. Já, ég var rosa mikið. Já, mjög mikið samfesting þá, sko, svona. Í síðum. Hvað heitir það, jumpsuit? Já, mjög mikið. Ég gleymi ekki Beyoncé jumpsuitum mínu, svona gulur, alveg svo gulur. Alveg rétt. Ég elskaði samfestingar, sko. Shit, ég líka. Elskaði. Hældi hvað þau er pirrandi. Það er samfesting. Já, bara klæður öllu til þess að pissa, sko. Nákvæmlega pissa. Já. Ok. Búin fyrir sólglerun, oversized. Stuttir kjólar. Já. Yfirbuxur. Sko, meira svona medium, ekki svona alla liðurs kannski. En samt svona medium. Það er náttúrulega búið að vera heil lengi. En bólirnir eru orðnindaldi síður í dag. Eins og í bara öllum þessum sjoppum, skilur. Og sérstaklega þessir náttbólir sem við erum að tala um aðan. Það yfir. Og svona, hann var bara svona örlítið síðan, já, skilur. Já, ok. Já. Það þarf ekki að vera, þú veist, yfir nýjan síður. Nei, ég skil. Svona Köpen-stæl. Þú getur gert það líka bara svona a longer top. Fattur þau? Það er cute. Ég er sammála því. Það var mjög mikið trending líka í fyrra. Já, þetta er eins og þú getur ímyndað eitthvað þetta asymmetrical blundu toppur aðna yfir buxur, þú veist eins og allir eru búin að vera í. Já. That's still going on. Já, cute. En svo líka náttúrulega bara kjól, þú veist, nota bara litla kjóliðin sem er bara kannski með mínikjól. Nota hann bara yfir buxur. Já, en þetta er líka sniðugt. Þetta gefur your clothes a second round of bara þú veist, options, skilur. Það er maður á alls konar eitthvað stuttum kjólur sem maður ekki nota, skilur. Nei, nákvæmlega. Þetta er rosa sniðugt. Ég er að kíkja yfir hvað stutt að kjóla ég á, hvað þið getið endur nota og bara svona. Já. Það er mjög sniðugt, sko. En má nota svona yfir Caprís? Já. Ef það passar. Þú veist, stundum lúkka maður eins og það leikskólabarn þá. Já, eins og stutt og stutt. Já, þannig að kannski bara svona þá eitthvað, taka eitthvað tökkin með eitthvað belti eða bara svona sjá. Þú veist, ég er ekki að fara að gefa góða hvern einasta sem er, skilur. Nei, við Caprís, nei, ég sammála. Að því líka bara, þú veist, ef maður er með stutta lappir eins og ég, og svo í öðru sem er stutta og lúkka ég bara ennþá styttri. Já, einmitt. Maður þarf alltaf svona að klæða sig líka út frá að reyna að lengja sig eða eitthvað. Já, svona body type, skilur. Nei, 100%. Það er kunstin í þessu. Já. Að bara kunna að, þú veist, klæða sig eftir sér. Já, algjörlega. Að því að þú veist, það er eitthvað trend sem getur geðveikt á þér, en bara hendar mínum líka með ekki. Það er sem ég hapa. Við að vera bara... Same. Ekki með bara model Kendall Jenner líka. Same. Sem allt fer. Allt fer. Maður sjá. Sko, svo eru East-West bags. Eða fór hérna á Pinterest og skrifir East-West bags. Þá er þetta alveg að tröllriða. Já. Basically, hvað hét aftur hana Skinny Kellyin? Hún kom svona nei ekki Kelly, Birkin, sorry. Já. Ég hugsaði þá þegar hún kom út, ég var bara, þetta er fiski sem er langar í Birkin. Aha, já. Ég myndi alltaf fá mig Birkin ef ég gæti það, skilur. Auðvitað. En þú veist, þetta er fiski sem er fannst Birkin flott. Og það er þessi svona East-West style á henni. Herðu, ógeðslega flott. Já, þetta er alveg cute, sko. Þetta er skemmtilegt. Já, svona löng, en samt svona eins og kropt stór það, sko. Einmitt. Auðvitað erum við að kroppa allt hérna í ár. Já, en svo sé. Ok, svo eru þessi scarves. Já. Mjög mikið af þeim á hausinn og eitthvað í sumar. Sem belti á hálsinn. Bara allt þetta klassíska. Náttúrulega, svo er bandana, þóldi koma aftur.
Við vorum alveg, við sáum út allt í New York, við vorum bara, Það var eitthvað brand samt. Já, töskubandana. en við vorum bara svona, wow, þessi dedicated to bandana, sko. Já. Og svo bara svo fyndið, skilur ég, þú veist, svo sér maður bara svona meira og meira að við vorum bara, vá, langt sem við séð þetta munstur. Já, þetta var sko, bara við fórum inn í einhver vintagebúð og það var svona endalaust af bandana töskum. Já. Og bara, þú veist, alls konar shapeum, skilur, af þessum töskum og bara, what, that's so random. Og svo eftir það er ég bara byrjað að sjá alla með venjulegt bara bandana reyndar á hausnum, bara hausnum, já. Það er alveg super cute. Já. Heyrðu, sko, þetta er kannski smá úrælt en náttúrulega, þú veist, sumar á Íslandi er kannski smá vor fyrir öðrum. Já, nei, það er 100% rétt. Þannig að þú getur kannski nota smá þessu vor nótsum hjá mér líka. Baker Boy hatturinn dálítið inn. Já, ég veit hvað tala já. Nei, sko, ekki eins og 2016. Hann er flottar í það, sko. Baker Boy hat. Ég var alltaf með Baker Boy hat, sko. Sko, það var að skrifa 2006. Þeir eru meira svona parísarlegir einhvern veginn, svona meira laid back. Já. Þeir verður eiginlega að skrifa. Þeir eru sætir, sko. Já, þeir eru svo flottir, þeir eru svona með einhverjum munstri vintage. Já. Eitthvað væp, en þetta er alveg típa, skilur þú? Já, en þú veist, þetta er samtalið sem allir geta tekið þátt í. Já. Smá. Já. Bara finnið ykkur þrifta eitthvað svona, skilur. En þú veist, eins og vera bara ykkur geðveitt, simple, cute outfiti, bara klassísku, og svo með svona, þú veist, það gerir svo mikið. Stundur líka bara gett næst að fjárfesta bara í aukarhlut, þú veist, accessories. Já, það gerir bara helling við basic outfit. Já, satt. Svo erum við með animal prints, alveg mikið animal prints. Já, og svolítið svona alls konar, exotic, bara zebra. Já, zebra mikið, ég er búin að sjá það mitt. Cheetah og bara svona tiger, bara svona alls konar og blanda kannski við ykkur liti og blóm og munstur og allavega fyrir sumarið. Það er cute. Sko. Núna er öklastílinn dálítið back. Já. And hear me out. Ok. Öklastílinn. Já. Við pils. Stuðspils. Já. Þannig að þú sérð bara svona. Já. Já. Og stuttbuxur. Ok, hvað get ég skrifað til að sjá þetta fyrir mér? Prófa að skrifa ankle boot and shorts. Ok. Það þarf að selja mér smá þetta. Já. Já, ok. Ertu að tala um bara svona? Nei, ekki beint, sko. Mér finnst þessi passa þetta alveg nógu hátt. Já, þetta er ekki ankle boots. Nei, þetta er það sem Pinterest gefur mér. Þú ert að tala um bara svona. Já. Ok. Einmitt. Ég er nefnilega hrifin af þessu. Þetta er alveg já. Þú veist, fyrir mig er þetta ekki eitthvað. Ég heyri þér næsta ári. Þú heyrir mér næsta ári. En ég held líka, sko, ef við talum bara persónulega fyrir mig, fyrir mína leggi. Já. Sko, ég fór inn í svona hvað heitir þetta? Ég held að ruggla saman, þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki Capri, ég veit það, en er þetta jorts? Svona blazer shorts eða svona þannig. Fór í svona þannig. Og svo vorum bara beigja og ég ætlaði bara fyrst, þú veist. Ég man eftir að mynda þér. Nei, ég tók ekki mynd í þessu, sko. Gunni sendi mynda þér eða eitthvað. En það, já. Ég var bara í sokkum og stríði, sko, við, og hann var bara, sko, þú ert alveg með stuttar lappir, en þú ert með svona 4 sinni minni núna, og hann, sko, setur aldrei út og ég var bara, ef þú segir þetta, þá er þetta hræðilegt. Nei, sko, þú átti til að bróka sokkana en það aldrei háttu upp. Já, ég gerði það örugglega. Og bara þetta var hrikalegt, þannig að fyrir mig, ég er með ótrúlega stuttar lappir. Þú má bara ekki verið jorts við þetta, sko. Nei, jorts gerir ekkert fyrir short people. Nei, bara ekki neitt. Ég get ekki verið jorts. Nei, ég þarf að leggja mínar hillunar. Já. En ég held að ég gæti heldur ekki shorts með ankle boots. En sjá þetta er geðið cute. Já, en fyrir mig, ef ég væri í þessu, ef ég væri... Ef þú væri í nógu stuttu. Já, ég held... Það bara verið í nógu stuttu. Já, kannski er það. Fyrir mig væri bara fallegra, fyrir mig að vera bara í hafi hann að segja eitthvað. Það myndi ég örugglega lengjast aðeins meira. Já. For me, guys. Já, verður frekar í Caprice heldur en shorts. Já, ég er búin að áttum á því. Fyrir allavega eitthvað svona. Já. Getur alveg shorts í eitthvað svona cozy. Ok. Hvar erum við með? Við vorum í öklastíðubli, já. Fringe bags. Já, bara still going strong. Og líka toppar. Og bara, þú veist, bara bólir. Já. Ég ætla að tala um fringe toppur í andlit, eða þú veist, hár. Svo sem. En já. Svo er eitthvað sem heitir
K-C, ok, skrifa mér. Ok, K. C-O Ok. U U. L-O-T-T-E-S. Collets. Já, þetta svona lengri, George. Já. Nei, ekki George. Jú, líka kannski. Þetta svona þessi. Þetta lengri en Caprice. Já. Aðeins síðar en George. Já, og það ég búin að sjá líka bara balloons svona, Já, ég bara glemdi ég myndi einhvern stíga fæti í þetta skilur en þetta allavega einhver fílar svona. Þetta óslega flott á sumum. Já, mér finnst líka alveg flott svona skilur. Þá erum við þú veist svona ágætlega víðar einhvern veginn. Já. En þú veist, ég veit ekki. Þetta aldrei bara fyrir mjög langa leggi. Já. Þetta aðeins meira hættulegt heldur en Caprice. Miklu meira. Upp á að stíla, það lúk ekki eins og sért, þú veist, með enga lappir. Ég sammála, þetta mikið hættulegt. Ég smá hrædd við þetta, en ég hef aldrei prófað þetta. Nei. Já, svona baggy Capri vibe. Ok. En svo litaða sokkabuxur. Já, ok, fun. Já. Það er alveg skemmtilegt. Já, það gott. Við erum bara bara paljettupils eða eitthvað bleikt. Já. Ljósbleikar litaða sokkabuxur við. Já, þetta myndi alveg ganga á sumum, já. Algjörlega. Já. Svo líka pilsin, ég veit nú ekki alveg hvað þau heita, en þau eru svona, þú veist, þau eru svona basically asymmetrical, svona smá svona rifið. Hvernig ég útskýra þetta? Mér finnst þau vera út allt núna. Þetta er ekki rifið, ég er ekki að segja rifið, en bara svona, þau eru, hvað myndir þú kalla þennan stíl? Þú til dæmis að taka svo röndótt með þér út. Þetta er bara midi, svona asymmetrika eða svona, já, ég er að tala bara svona stílinn á þessu þetta er bara svona fairy vibes einhvern veginn. Já, mér finnst þetta að vera alveg út allt. Já. Þetta er eiginlega sem ég er að tala um því að tala um midi, þegar þið eru svona rifin á neðan. Já, þetta er ógeðslega, þetta er til í alls konar útfærslum, þú veist, mér finnst þetta ógeðslega skemmtilegt. Ég myndi kalla það svona fairy eitthvað. Já. Midi fairy. Ég veit ekki alveg, þú veist, hvernig ég útskýra það. Nei. Jú, það kemur alveg upp þegar maður... Að það? Já. Þetta er svona, þú veist, alveg til bara, já. Mér finnst þetta alveg skemmtilegt, sko. Já. Þetta er svona aðal middiskörtin í dag. Í dag, já. Einmitt. Svona ekki svona beina neðan. Nei, mér finnst þetta skemmtilegt. Þetta líka, þú veist, ég var í svona út í Milán og mér fannst þetta einmitt bara svona gera helling fyrir mig út af því ég er ekkert með lengstu leggina. Þá fannst mér þetta skemmtilegt. Já, I love it. Svo eru loafers. Já. They're still going strong. Love that. Og svo er Missoni print. Missoni, já. Það er alltaf inn núna. Missoni, ok, veit ég. Þú þekkir leið og sér það. Örugglega. Veit ég? Missoni. Let me say. Já, þetta er alveg skemmtilegt. Þetta er mjög trending. Ég keypti mér eitt svona ból. Hann bara, I'm gonna sell him. Af því að hann passar ekki. Já, en hann var ógeðslega flottur. Mér langar svo í eitthvað svona Pucci aesthetic. Keypti mér eitt Söru svona Pucci vibes. Já. Hann var bara stærðið mér alveg off. Vonandi getur einhver ættlettan til skilun. Já. Hann var nákvæmlega svona. Geðvikt. Já. Þetta er ógeðslega flott. Elskar bara the colors, the prints. Já, ég elskar svona 80s, 70s printin sem ég kom aftur. Mér finnst það svo skemmtilegt. Ég get kannski látið að hafa minn svona ból sem er bleikur. Já. Ég til. Sem keypti út í New York. Já. Af því að hann er bara að fara að vera heimilislaus frá mér, sko. Æ. Já. Ég skal ætla hann. Ok, gott. En ég ætla að ég er að sjá ógeðslega mikið að litum sem er svo ógeðslega bara æðislegt. Loksins. Já, litir, print. Já. Skemmtileg heit. It's giving 2020 nema 2026 vibes. Já. Svona meira print. Já, meira segja, já. 2020 var meira bara svona svo litur litur. Bara blár. Já. Já. Þetta er svona printy. Já, all over. Bara þú veist, more is more. Skilur þú? Þetta er líka, þú veist, þetta er eins og þessi mjög strandataska sem ég sá daginn. Já. Hún var bara svona fullt af litum. I love that. Ég elskar svona röndótt. Já, sko, hún var með mörgum litum. Það var ekki þessi, hún var í svipuðu væpi. Já. Ógeðslega flott. Já, svona. Já, ég sá það saman. Geðveik flott. Geðveik. Þessi hérna, já. Ég elskar nefnilega svona röndótt með mikið litum. Já. Skilur bara öllum, bara regnbogaðslitum. Fannst þetta eitthvað svo ótrúlega skemmtilegt. I love it. En litasamsetningar sem við erum að sjá mikið líka er brúnn og bleikur. Áfram, love it. Brúnn og ljósblár. Geðveikt. Buttery yellow og hvítur.
Þetta er svona, þú vilt bara líka para saman einhver sem átt sem er skemmtilegt. Geðvikt. Butter yellow og ljósblár. Og svo núna er svona ketchup rauður og hvítur. Love. Cherry rauður og ljósblár. Ok, skemmtilegt. Fun. So much fun. Ég elskar svona. Já. Og svo er mjög trending að vera í engum sokkum og full fitti með derhúi og í trenchcoat. Ég er sko að tannum mér inni að þeim eru svo ógeðslega heitt vákvæmt að bjargaði mig samt. Ég trúi því, sko. Ég var sko að fara í hitakast. Já. Svo allt í henni bara, ok, ég ætla að fara sokkunum. Þá bara, sorry, ég er búin að vera að flassa tætnar inn á okkur. I'm so sorry. Nei, bara... Kann ekki vera kjur. Allir fyrirgefa. Ok. En líka, þú veist, eitt sem að mér langar ógeðslega mikið er City Bag. Já. Balenciaga. Mér langar mjög mikið ykkur að lita. Balenciaga Það er svona stóra. Comeback með það, sko. Já, mér langar vintage, skilur. Hún er svo góð. Ég finn ekki mína litlu. Oh my God, það er leiðilegt. Ég út allt í gær. En leiðilegt. Já, hún var góð fyrir Bali. Hún var alveg góð fyrir Bali nefnilega. Já. Finn hana ekki. Ég pældi í henni, þú veist, svona ljósbleikri eða eitthvað. Ógeðslega flott. Stóra. Já. Eða dökk. Ógeðslega flott. Eða þú veist, bara beige. Mér finnst það svo góða, sko. Já. It's super cute. Wow. Nei, það er alltaf svo brókslega gaman að þú veist, drifta eitthvað. Það er náttúrulega ógeðslega skemmtilegt. Það er náttúrulega langskemmtilegast. Ógeðslega skemmtilegt. En nót sem þetta búið allavega. Já. Herðu, við spurðum líka ykkur. Ó, já, við höfum að fara fyrir það. Spennt að vita hvað þið haldið að verið Check it out. in for summer. Ok, hérna segur Havana, flip-flops, bandana, midi skirts, belti og auka hlutur mitti, já. Belti náttúrulega. Unique flíkur, pilsbuxur og allt öðru í sig. Já. Ég er ógeðslega sammála því. Já. Bara svona eitthvað random shit. Já, og wow, bara eitthvað hvað svona, fyrst þetta? Já. Bara eitthvað sem að þú bara fórst í ömmuðinarskáp og var bara, ég ætla bara að Ég ætla að rocka þetta, já. Þú veist því alveg, við ættum öll að fara að kíkja smá bara í skápin hjá ömmu okkar og mömmu okkar eða eitthvað svona, gætum bara fundið bara svona eitthvað geðveikt. Getur fundið 100% hjá mömmu þinni, sko. Já, þú náttúrulega, já, algjörlega. Tásur, já. Það er ég on trend. Það er, it's not a lie. Já, Þú kannski. veist, Havana allt þetta er bara fucking tásur út um allt. Ángríns. Léttara blússur, oversized hörskirtur. Ég líka bara svona basic trend. Er svona stutterma skirtur. Já. Bara eins og ég er alltaf í núna. Þetta er ándjúst þægilega sem ég veit um. Ég elska mig í þessu. Mér finnst að fara með sjúklega vel og ég er bara svona, þetta er svona staple piece sem ég get liðið eins og sé fín bara á núleitni. Já. Það er bara, mjög gott. I love svona litla blússur. Litrik pills. Bermuda shorts. Er það ekki bara svona shorts? Bermuda shorts. Maður sjá. Það finnst þessi allt skýrt. Ég veit að það, já, það er bara shorts. Jú, já. Já. Það er svona svo, ég þarf að leggja heiluna. Nei, en nú paraði kannski bara við hæla, kitten heels, skilur. Röndóttar neglur. Ok, já. Svo langt sem ég farið í svona skemmtilega neglur. Ég líka. Ég er ekki til í naglatröndunum. Nei, ekki heldur. Zebra, já. Ég vona allan að Pogodags fari ekki neitt. Nei, ég held ekki. Ég held að það er safe. Nei, maður núna bara kannski vera í brúnum með bleikum Pogodags. Já, kannski svartur hvít. Ekki svona navy blátt og ennþá inn, skilur. En þú veist bara svona leika sem þess með Pogodags. Spice it up. Já. Caprice, Havana, Stjórn, Layer Tanks, sandalar og bara allir þongskór. Já, kóraliturinn og teal. Einmitt. Mér finnst það vera mjög mikið inn í svona æfingafötum. Ekki séð mikið inn í öðru. Nei, en það er sko, þegar maður sér svona what's coming, ég held að verða alveg bara það vinsalast í þessi litur. Já, en samt er alveg búin að vera nokkur ár í æfingafötum, sko. Það? Já. Ok, hann fara fram hjá mér. Já, skemmtilegur, sko. Já, cape, toppar. Mikið skart. Hælar alla daga, hérði já. Elskum það. Við þurfum bara að finna okkur eitthvað svona góða dagstaglega hæla. Já, við þurfum eiginlega bara að leggja bara þess að striga sko á hillina. Takk bara Victoria Beckham á þetta. Já, ángríns. Ég er alveg til í það. En við verðum að gera það þá saman. Já. Annars maður alltaf líða eitthvað kjánalega ef ég er í hælum ekki þú. Skilur þið? Ángríns. Kamíbólir. Mér finnst mjög mikið af svona ungu fólki verið camouflage. Já, mér finnst það alltaf vera. Já, en það er mjög mikið svona ok, þetta er svona
vintage blúndu silkibólir Já, þeir eru ógstflottir. mjög flottir. Paljettur, já, litreika paljettur. Midi og miniskirts. Kóral, litrik föt, poncho og Michael Jackson. Oh, Michael Jackson. Hungers. Put on the red thriller jacket. Já, neðust, really, samt. Fólk alveg dressing up like him. Hann alveg að fashion icon, hann er. Ég get alveg séð fyrir mér stráka að vera eitthvað að fara að inspira hann í einhverju, skilur. Já, þeir megi alveg. Þrönga buxur. Nei! Við erum ekki að segja það. Nei, það gæti samt alveg gest út frá þessu. Þrönga buxur og stráka? Það gæti gest, já. You guys, hvað finnst okkur um það? Það hræðilegt. Ó, minn aumasti. Ég meina, eftir að Jafar Jackson var hann í buxunum, þröngu buxunum, sko. The girls were loving it. Já, allir voru bara, has the man, has some BBL, what's happening? Já. Hann lúkkaði eins og hann BBL, sko. Oh my god, allir það verið þá næsta trend, að menn fari BBL. Til dreikabúnaði. True. Joke, þetta bara joke, ég veit ekkert hvort hann gerði það ekki. En BBL dressi upp á slæði okkar. Já, satt. Oh my god, en svo skart. Hvað sem skart? Mér finnst bara svona skart, en ekki eins mikið overdoing it. Mér finnst þið bara að vera skart. Já, þú veist, ekki crazy eins og það var. Nei, það svona meira eitt kannski statement. Subtle og já, smá statement. Já. Mér finnst þau ekki vera doing the same we did 2 years ago. Nei, í sammála. Við fórum overboard. Við erum aðeins sem var gaman, skilur þá. Ógeðslega skemmtilegt. En núna erum við meira svona a one stable piece. Já, en það ekki að því að fötin eiga meira að vera eitt núna. Þú veist, mér síðast var þetta svona meira basic föt með fullt af skarti. Já. Þú veist, en núna eru bara með printið, já, og þá þarft ekki... En líka bara að þú ert í svona elegant dæmi, þá finnst við líka bara að vera með body glow og þú veist, það má alveg vera stórir eyrnalokkar, skilur, alveg hjút, en bara svona ekkert mikið af því. Já. Þú veist, ekki vera með 100 bangles, en þú veist, það er líka bara stíl, skilur. Það er algjörlega, 100%. Það er bara eftir hvað þú fílar. 100%. En ég allavega ekki að taka eins mikið og ógeðslega mikið skart með mér núna. Eins og það gerst. Já. En ég ætla að taka eitthvað. Svona smá cuteness. Of course. Oh my god, en gaman. Svo gaman. Það er alltaf skemmtilegt að fara yfir þetta og bara svona, og bara verða svona smá inspire og spenntur fyrir sumrinu, skilur, og við mælum alltaf með að fólk byrja að skoða bara fataskápinn sinn. Já. Það leynist fullt að sé þar. Algjörlega. Og skoða svo fataskápinn hjá mömmu sinni, ömmu sinni. Svo bara kíkja að shoppa. Algjörlega, 100%. Hvað finnst gaman að gera það? Já, en við hlokkum til að vera með ykkur í júní. Já. Og 100%. Sunniva, af því að þetta er svona in real time þessi þáttur, þá langum við að segja góð ferð. Takk. We'll miss you. Við sjáumst bara næst í London. Bye, bestie. Bye.